mikið af fólkinu sem frústrerað gagnvart innflytjendum, það ekki endilega á einhverjum rasískum forsendum. Það ódýrt að segja bara þetta vondir rasismar og vitleysingar. Vinur minn postaði einhverju, góðu krati, postaði einhverju gær sá ég eitthvað svona mýmið sem var sem sagt yes, life is hard, but at least I'm not dumb enough to blame it on immigrants. Og sem sagt, og það þessi fyrirlitning og þessi ódýra afgreiðsla á sjónarmiðum, standið svo að við horfum á það hvernig þetta hlans raðast eins og ég skoða þetta í European Social Survey, þá sem sagt því meiri menntun því jákvæðara fólk á steinblindum. Og það ótrúlega þægilegt svona fyrir fólk með svona háskólamenntað millistéttar fólk og öðru millistéttar fólk að klappa sjálf sér á bakið og segja ég rosalega góð manneskja og ég bara klárari en fólki sem að ná móti innflytjendum. En fólki sem að með minni menntun og kannski í neðri lögum vinnumarkaðarins, það stendur frammi fyrir harðari samkeppni um störf. Það stendur líka frammi fyrir harðari samkeppni um húsnæði. Þetta eru raunverulegir árekstrar sem hafa áhrif á lífskeið þessa fólks. Það eitthvað sem verðum að taka tillit til og átt okkur að raunverulegt atriði en snýst ekki á okkur ódýran hátt bara það að þetta séu rasistar. Ég held til dæmis að ef að við myndum breyta með innflytjendastefnu og vera með stefnu þar sem við varum að sækja en frekar svona fólk með mikinn mannuð mikla menntun, einhverja færni, basically verum að raka en millistétta fólki, að háskólamennta millistéttin mjög fljóta að skipta skoðun innflytjendum. Það bara já, og líka sko að það ekki bara í svo samkeppni við húsnæði, heldur líka út af því að við erum með mjög háa skatta og líka á lægri tekjutíundir, að þegar að það eru vitneskja það að þeir sem hingað koma fá ókeypis húsnæði sem að þú færð ekki og fær uppihald sem að þú færð ekki, en samt að þú að leggja harðar af þér út af því að þú átt að vinna meira og meira til þess að takast á við þennan aukna húsnæðiskostnað sem að fylgir þessu, að þá það náttúrulega líka eitthvað sem að fólk augljóslega pirra sig á. Alveg klárlega, sko, þetta verður eitthvað þar að fyrir fólk að horfa á þetta líka aðgangur að úrræðis opinbera. Fólk getur sagt að þetta kemur úr öðrum sjóðum en á endanum kemur þetta allt úr sama sjóðunum. Það væri ekki þessi auka sjóður til þess að díla við þessi mál ef þessi mál væri ekki eitthvað sem værum að díla við. Þannig að mér alltaf fundist það ódýrt og mér líka fundist það ódýrt þegar sko maður sér þetta oft frá vinstrinu þar sem að það kemur krafan að við eigum bara að gera þetta betur og við eigum bara að gera þetta og vandamálið ekki þessi hópur eða það að hér sé mikill innflytningur á fólki eða eitthvað slíkt, heldur sko ríka fólki í samfélaginu. Við þurfum bara að skattleggja þau meira og gott og vel, en þau gera það samt aldrei þegar þau eru með völd. Það einhvern veginn það sem stendur eftir, að þau standa aldrei við það. Þú veist, VG gerði ekkert sérstaklega stóra hluti við að skattleggja hátekjufólkið. Ég ekki að sjá að núverandi ríkisstjórn sé að gera það heldur. Ekkert sem hann raunverulega skiptir máli sko, í þessu samhengi. Þannig að þetta er oft svo ódýr pólitík.